Nú þurfum við hins vegar að byrja aðeins að gera smávægilega lagfæring á tekningunni og það er þessi númer hér og ég er búinn að setja hérna inn eina aukablaðsíðu og þau sjáu þið það að X1 fer í L1 og X12 fer í L2. Þetta er bara bull, þetta fer í F20, 2 og 4 og 6 hérna. Þannig að við þurfum að byrja á því að laga þetta. Ég ætla bara að zooma hérna inn svona og ef ég smelli hér á og íta á delete á lyklaborðinu þá virkar nú yfirleitt að eyða þessu. Svona já. Það er bara að passa þess að hitta akkurat hérna í. Svona. Þá ætla ég að færa mig hingað. Ég ætla að setja þessa tengipunkta hér. Ég segi hérna X1 1 og þess að sjást og eins og þið muni þá þurfum við að fela þann næst annars kemur X-ið hérna ofan í þetta allt saman hérna. Þannig að það er samt að heita rétt. Þetta er tengipunktur 2. Svo kemur hérna 3. Hann er ennþá ósýnilegur. Og ef við skoðum hérna núna þá lagast þetta. Það er komið rétt heiti hérna. Þetta er samt hérna á vitlausum stað. Þetta er hérna external hérna. Þetta á að vera hér alveg eins og þetta. Og það sem það þarf að gera til þess að laga þetta er að þetta er að íta að skeipa því hann hangir hérna á hennar punktunum. Það er að velja þetta hérna, hægri smella og segja hérna pin swap. Þess að snýr tengipunktunum við. Snýrist við hérna. Og sjáum hvað gerist núna. Nú er þetta rétt. Núna er X11 hérna. Hann liggur í F22. Já, það er nefnilega vegna þess að við snérum þessu við. Þannig að við þurfum að skella okkur hérna í, smetla á þennan og snúa honum við. Nú er þetta rétt eða ekki. Út úr 1.3.5 og þessi hérna, þetta er yfirálasvörnin, þessi hérna hún það er hérna 2, 4 og 6 sem að liggja í X1, 4, 5 og 6 trutt hingað, það passar eftir allt rétt núna. Og nú ætla ég að gera eitt til viðbót. Ég ætla að henda inn hérna einu öryggi, eitthvað sem við gerum venjulega ekki. Við setja þetta eina öryggi hérna, þetta hérna, inn á kraftrásartekninguna. Það styrstum við að hafa hann á sér blaði og það er svona hálfleiðilegt. Og L1 á að tengjast inn á 1. Það eru öfug númerin hérna með vítun hérna srakk. Það getur vel verið að það sé 2 og 1 hérna. Þú verður að hafa það eins og er á spjaldinu hjá þér. Ég verð að hafa þetta. Ég þarf að snúa þessu við. Og hann á að heita F10. Og hann snýr öfugt hérna. Nú snýr hann rétt inn á 1 hérna og allt eins og þetta að vera. Og svo ætlum ég að gera svolítið tricks hérna sem að þið skiljið á eftir. Ég ætla að setja hérna inn tengipunkt sem að heitir X
2, þessi tengilisti hér 30, hérna þessi hann liggur þangað það ekki. Tengja það bara hérna við. Þessi hingað. Og nú vantar einn hérna það ekki. Vantar ekki exit. Einn hérna. Það kemur þaðan. Þetta verður alltaf verið á sínum stað. Það sem að gerist næst þá þetta. Ég náttúrulega að sé þetta þar. Þetta það sem við erum að vinna eftir. Og við þurfum að setja þessar hérna inn á teikninguna sem tvær tölvur sem heita K1 og K2. Og ég ætla bara að eyða þessari hérna síðu sem ég var að sýna ykkur og ég ætla að setja hérna inn 3 blaðsíður. Bara venjulegar, basic, set page, normal, þessi, insert page, normal, basic, hérna. Það sem kemur hérna inn á þessi logo hérna. Þessi. Og ef þessi listi kemur ekki, þá bara ein leið til að laga það sem að ég þekki og það setja forritið inn aftur. Ekki spyrja mig af hverju, það bara þannig. Hérna þessi skellan hérna inn á, það má vera frekar ofalega, hérna bentur ná 2, K1 og við getum hérna núna ef við viljum laga þessa tölu hérna, skrifa hana, sett hérna rétta þessa hérna romsu hérna rétta inn og það það sem við ættum að gera. Ég það kannski á eftir. Og svo ætlum ég bara að gera hérna, smetla á, copy, paste, K2 og þessi myndi heita annað, það annað heiti á henni. Íta og escape til að losa og síðan ætlum ég að fara hérna inn í þetta, skrifa niður allt sem maður þarf að skrifa niður. Og það náttúrulega listin góði hérna, þessi, sem við erum að fara í. Og það þá bara hérna S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 og input 8 S8 og það eru bara 8 input á þessari vél þannig að ef þurfum fleiri þá þurfum við að fara yfir á næstu K2 og þetta hérna skulum við kalla þetta þessi sem heitir þá stop 1 til dæmis. Þetta þá start 1 stop 2 hérna og start 2 skynjari
1 hvað sá það, S5 já skynni eru 2 neitar stopp engir íslenski stafir yfir A-lag svona og þá sjá þetta kemur allt hérna mjög flott það sem kemur hérna á næstu síðu eru þessi input sem við erum að nota og ég ætla að nota þetta við getum valið hvort útlitið við notum mér finnst þetta skemmtilegra hérna við vorum að nota öll þessi hérna og ég ætla bara að hafa þetta hérna beint við neðan eins og hér þess að textarnir koma allir inn hérna allt tilbúið og klárt og á næstu blaðsíðu ætti náttúrulega að koma inputin sem við notum á þessari hérna vél ef við notum reyndar bara 4 þó þessu bóði hérna bátt að þetta eru bara 4 hérna það eru bara 4 input hér og 4 output og við gætum alveg farið hérna út í að eyða eitthvað út úr þessu og breyta aðeins en það er kannski óþarfi en við notum þessi input ekki neitt þannig að þau koma bara ekkert inn á hérna næstu blaðsíðu það myndi vera næsta blaðsíða og við þurfum að spara okkur hérna tengipunktar og fleira því að við erum með demo-versjón af forritinu. Nú, við erum greinlega eftir að setja outputin hérna, Q hérna og allt það. Þau eru 4 hérna. Við þurfum að nota þau öll 4 hérna og þessi síða var orðin full og við setjum það þá hérna. Þetta dugar ekki. Við þurfum allavega 5 og ef að þið vilja leika eitthvað meira þá alveg getið farið hérna og nota fleiri sko. Og þá þurfum að fara aftur hérna, velja þennan og núna vil hann hendarlega okkur setja þessi input en við þurfum ekki að nota þessi input, við þurfum að velja pínu litla flipan hérna, finna outputin hérna og núna getum við annarkvort tekið við öll og sendum inn á eða valið bara þetta eina sem við ætlum að setja inn á tekninguna og sjá að það seti K2 svo það bara að halda áfram að tekna hérna vorum við búin að gera þennan X230 hérna og ég ætla að tekna hérna tengjum út á mótornum hérna segja hérna 30 tekna hérna línu bara hérna og núllið þannig
Svona. Og hérna ætla ég að vera svolítið röskur og ég ætla að taka, ég ætla að segja að ég sé að koma hérðan hérna úr 29, við getum líka satt 30, þetta er sami, þeir eru tengdir saman hjá mér. Það er 29 og 30. X2 29 tenglalínu hérðan hingað og hingað niður. Þannig að kveikið hérna á router hérna, þá getur ég gert bara svona, það kemur svona punktalína á. Kemur lína alla leið. Og hvað með hér, það fer ekki sami fasi hérna inn á. Það ekki. Slökkva router hérna. Segjum bara hérna líka. Segjum að þetta sé bara líka next er 29. Nóttum bara sömu aðferð. Router. Og nú takk ég eftir því að númerin eru kannski ekki alveg eins og við vildum hafa þau. Þau eru heita 1 og 2 hérna alltaf. En það er kannski ekki aðalatriði hérna í þessu. Og síðan erum við með, tekna bara 0 hérna fyrir neðan. Eitthvað. Nú verið að slökkva rátarnum því að það fer alltaf vilt sem stað. Það er líka að íta bara R á lyklaborðinu. Svona. Og síðan hérna Q1 er seguliði sem heitir Q1. Q2 ekki fleiri seguliðar, gömljós. P1, H1, skiptir ekki öllum máli. P2, 3. Það var þetta nú ansið langt komið. Þetta hérna, nú er það aðtúa þetta, að kemur svolítið áhrifandi að þessi hnappar, þeir eru, við notum bara opnar snertur í öllum tilfellum. Af því að Intel vill fá inn á sig opnar snertur. Þannig að þetta var þrýstihnappur hér.
Þetta er þessi hérna. Og þá eru tengipunktarnir hjá mér allavega eru 1 og 2. S1, 1 og 2, það er rétt. Og aftur þessi, það eru sömu númer. S2 hérna, ok. Síðan er það hér ofan í. Já, þetta er startnappurinn. Opin snerta 3 og 4. S3, 3 og 4. Næsta númerinn er rétt. S4, svo er það S5. Það er ekki hnappur. Þetta er það skynjari. Og það er ekki fleiri svona tákn. Þannig ég ætla að ná mér hérna bara í venjulega snertu hérna. Þessi S. Hver er næstlaus? 5, passar það ekki? Jú. Númerinn þar í skynjaranum eru 13 og 14. Aftur næsti lausi 13 og 14 er rétt. Neyðarstoppið sama. Það er 7 og á síðustu yfir á lagið. Það er þessi snerta hérna 97 og 98, það sést 95 og 6 er glókuð, sko 97 og 98 er normal open. Escape. Og næsta sem við gerum er að skutla þetta inn tengipunktum. Þessir koma allir frá sama stað, þannig að við þurfum ekkert að eiga við það. Það fyrir bara leitt mjög inn á. Þeir koma allir tilbaka eitthvað neginn og S1, þessi hérna, hann kemur inn á X 2, 1. Og það kemur inn á 2. Og þessi hérna, hann kemur inn á 3. Þetta er 4. Skynjarinn kemur inn á 5. Þessi kemur inn á 6. Þessi á 7. Þessi á 8. Rosa flott. Þannig að við erum komin hérna með outputinn, inputinn, tölvurnar. Við áttum eftir að skrifa hérna inn í varandi outputinn eitthvað.
var ekki eftir að setja hérna Q1 þannig að þetta heitir sem heitum en Q3 er hérna sem sagt P1 P2 og hinn kemur í næstu tölvu. Þetta er M1 rétt sælis, M1 rangsælis, gaumljós 1, gaumljós 2 og það þurfum að finna hérna Q1 hérna er P3 gaumljós 3 og núna skulum við sjá hvað gerist með tengilistatöflutar. Fyrir hingað segjum hérna terminalslist, þessi gamli góði hérna sem við notum alltaf og uppsett og þá erum við komið með hérna, við konumst við þetta hérna, þessi tengipunktar eru allir til staðar, þetta er allt rétt. Hér er eitthvað X30, hér gæti þurft að pinswappa einhverju og en annars lítur þetta nú ansið sannfærandi út, það ekki? Nú ætlum ég að bæta hérna við einum lista sem að þið hefur ekki séð áður en er já, sumir segja aðallistin, það er tengilistin og þar fáum við það segir hann, það þarf 3 blaðsíður þetta segjum bara yes og hann bara bætti hérna við 2 blaðsíðum viðbót fyrir mig. Já, ef við tökum eitthvað hérna sem að þið skiljið vel hérna tökum hérna til dæmis F1 sem er þessi hér í Q1-2 sem er hér, þetta er pinnin hérna á milli. Við getum líka tekið F24 og hann á að liggja í X1-2 það passar. Þetta er þessi vír hérna. Hver einasta svona lína er vír og forritið tekur þetta saman fyrir mann. Og þetta er sem sagt listin sem að ég lét ykkur hafa til að tengja eftir þessi og þessi hérna.